dag erum við að keyra BMW 850 Ci. Þetta mjög sérstakur bíl í mínum huga. Þessi bíl, hann hefur verið á bucketlistanum hjá mér síðan að ég var barn. Ég alinn upp á BMW heimili og það var alltaf BMW á hlaðinu. Þetta var samt einhyrningurinn. Þetta var aðal sportbílinn. Þetta var bílinn sem ég myndi gera allt fyrir til að bara fá að sitja í sem barn. Ég átti 850 leikfangabíla, Matchbox og stærri. Ég átti til plaggöld með myndir af þessum bíl upp á vegg. Á meðan félagar mínir voru með plaggöld með myndum af Lamborghini, Countach og Diablo og einhverjum Ferrari og einhverjum dóti. Ítalski sportbílar sem ég hafði ekkert sérstakann áhuga á og þetta fyrir mér voru það bílar sem ég kemist aldrei í tæri við. En þessi BMW 850, hann var BMW. Hann var í rauninni bara einu skrefi frá BMW-inum sem stóð út af hlaði. Út af því að út af hlaðinu heima með mamma og pappa var BMW 735 E32. Hann á þannig séð ekkert rosalega mikið sameiginlegt við þennan 850 fyrir utan það að takkanir hérna inni eru allir keimlíkir eða nákvæmlega eins. En ef þú færið ofar í E32 módelinn, sem sagt 750, að þá ertu næstu komið með sama bíl og þessi hérna. Og því að sá bíl, hann var með sömu 5 lítra VAF 12 vél og þessi 850 hefur. Helsti munurinn á þessum bílum var sá að ef þú áttu 750 að þá myndir þú sennilega frekar vilja láta ferja þig aftur í. Ef þú kaupir þér 850, þá viltu keyra. En það góða við það hvernig ökumannsrýmið í E31 850 bílnum skipulagt, það að það snýr allt að þér sem ökumanni. Þú sem ökumaður átt að fá hvað allra mest úr því að keyra bílinn. Annað en sjölínan, þar bílinn jafn mikið gerður fyrir farþegan aftur í og fyrir ökumannin. Hérna sjáum við svo hjarta bílsins. Hérna VAF 12 5 lítra bensínvél frá BMW. Hún örugglega ekkert rosalega einföld að eiga við ef maður þarf að laga eða gera við. En þegar vélin var ný þá skilaði hún einhverjum 298 hestaflum. Bíllinn í dag keyrður einhverja 74.000 mílur, það einhverjir 160.000 kílómetrar. Þannig að hún sennilega búin að tapa eitthvað af hestum út úr sér. Mögulega svona 1 hestafl á ári. Þannig að kannski búin að tapa einhverjum 35 hestaflum plus mínus. En það skiptir ekki máli út af að þessi bíll ekkert endilega það að komast óbúðslega hratt frá 0 upp í 100. Þetta jú Grand Tourer. Þetta bíl sem þú átt að njóta með konunu þinni eða manninu þínum og hafa bara ógeðslega næs á meðan þú ert að rúnta. Þetta tæknilega séð 2 sæta bíl, þótt að séu 4 sæti og því að kemur engu í aftursætið. Þú kemur ekki einu sinni fyrir beautyboxin hjá konunu þinni aftur í. Hérna sjáum við svo pop-up headljósin sem mjög töff og það sem eiginlega meira töff það að BMW ákvaða að stimpla gat í húddið fyrir pop-up headljósin. Aðrir bílaframleiðendur í þessu tíma, þeir skáru bara hak í húddið til að koma ljósunum fyrir og ekki dýrka á pop-up headljós. Þessi BMW 850, hann eins OEM eða orginal og hægt að finna. Nema fyrir utan það að það búið að setja á hann þessar 18 tommu alpínu felgur sem fara honum einstaklega vel, fara honum miklu betur en felgunar sem hann kom á orginal. Hann kom á orginal svona 16 tommu Throwing Star felgum sem jú flottar, en það þýddi að það var svona 70 cm af gúmmíi líka. Passaði vel við tíman en kannski ekki alveg jafn smekklegt í dag. Einnig búið að setja á þennan 850 svona alpínu lip, einstaklega töff, gera hann aðeins lærri og fer líka vel með felgunum. Það einnig búið að setja á svona diffuser lip hérna að aftan, kemur líka einstaklega vel út. Bíllinn reyndar ekki heldur með orginal pústi sem að þýðir að kannski ekki rosalega mikið stokkað OEM. En þetta pústkerfi, það hljómar fáránlega vel, hlusta þetta. Svona hljóma 35 og 298 bæveskir hestar. Ég held að við getum verið alveg sammála það að þessi nýru hérna, þau ekki of stór. Mögulega aðeins og lítil. Þar sem þetta 90s bíl, að þá kemur hann með litlu hólfi hérna þar sem hægt að geyma klink. Það að segja að maður alltaf að borga fyrir það, fara yfir brú eða inn í göng eða við maður vita hvað. Þar sem þú ert vanilega að rúnta á þessum bíl og þar sem þú ert að rúnta yfirleitt óbóðslega gott veður, að þá getur þú tekið niður alla glugga í bílnum. Og þá ertu með opið hérna alveg í gegn og þú ert næstum því komin með blæjubíl nema þú ert ennþá með þakið sem rosa þægilegt út af að þá ruglar ekki hárgreiðslunni. Í mínu tilviki skiptir engu máli því ekki mikið hár eftir upp á topp. En fyrir þá sem að hafa ennþá hár eða hárkollu, fullkomið.
Þegar ég var ungur drengur þá átti ég svona staði haustum á mér þar sem ég safnaði saman öllum uppáhaldshlutunum mínum. Þar gat maður fundið hluti eins og þrennulið Manchester United frá 1999, David Hasselhoff, Pamela Anderson, Pierce Brosnan og þennan hérna, BMW 850. Mikið af þessum hlutum hafa ekkert elst neitt rosalega vel. Til dæmis að þá Gary Neville algjör bjáni. Þess vegna var ég með blendnar tilfinningar í morgun þegar ég fór að hreinslaka þennan bíl. Ég var ofboðslega hræddur það að myndi valda mér vonbrigðum. Ég var búinn að gera mér einhverja hugmynd í haustum á mér síðan ég var barn að þetta væri bíllinn, þetta væri einhyrningurinn, þetta var það sem mig vantaði að fá að prófa. Hef ég orðið fyrir vonbrigðum? Nei, ég get ekki sagt það. Þetta vissulega allt öðruvísi reynsla en ég hafði búið til í haustum á mér. En ég búinn að fatta það að þessi bíll var ekki hannaður með það í huga að hann ætti að geta farið ógeðslega hratt frá 0 upp í 100. Nei, þessi bíll var hannaður í það að rúnta, að krúsa. Þessi 12 silindrar skila kraftinum til þín bara svona mjúklega, eins og eitthvað sé bara svona létt að blása á þig. Þegar kemur að fjöðrun og hvernig hann hagar sér í stýrinu, þá hann ekkert svo ólíkur BMW 7-líninni. Jú, fjöðrunin aðeins stífari og bíllinn aðeins örari og þetta jú Grand Tourer, þetta ekki Limousine. Þannig að hann sportlegri vissulega, en það margt mjög BMW-legt við þennan bíl. Og það elska ég. Ég elska gamla BMW bíla. Ég lærði að keyra á gömlum BMW E28. Hann hefur meira að segja þessa gömlu BMW lykt. Var það þess virði að hitta hetjuna mína? Já, hún var það, en ekki fyrir þær ástæður sem þú myndir kannski halda. Út af því að ég hitti hetjuna mína og hún minnir mig svo mikið á æskuna mína. Þannig að nostalgían við völd. Og þá skiptir í rauninni engu máli hverjar væntingarnar voru, út af því að allt var betra þegar maður var barn. Er það ekki? BMW byrjaði að framleiða þennan bíl árið 1991. Hann átti að taka við af BMW 6-línunni E24 sem þessi tveggjadyra Grand Coupé rúnt cruise bíl sem að vill svo skemmtilega til að 6-línan einn af mínum uppáhalds BMW-um líka. Það eru svo margir BMW-far á þessum bucket list hjá mér. Ef að þú átt BMW 6-línu E24 þá máttu gjarnan að hringja í mig. Ég væri til að prófa hann líka, bera hann saman við þennan. Þessi BMW kom í 3 útgáfum. Það var hægt að fá þennan hérna, BMW 850 Ci sem var 5 lítra VAF 12. Svo einnig hægt að fá BMW 840 sem var með VAF 8 vél. Ekki jafn kraftmikill en samt frekar spennandi út í að VAF 8 vélarnar frá þessu tímabili BMW eru mjög skemmtilegar. En svo seinna meir var líka hægt að fá BMW 850 CSI sem var líka með 12 silindra en hann var með 5,5 lítra vél. Sú vél var vélin sem fór síðan í McLaren F1 bílinn sem varð svo kraftmesti götubíl síns tíma. Þessi bíl var aldrei neitt sérstaklega mikið hitt hjá BMW. Hann eiginlega floppaði allharkalega. Þeir seldu ekki mikið af þessum bílum og þeir voru ekkert sérstaklega vinsælir á þeim tíma. Það bara núna nýlega að þeir eru farnir að hækka í verði. Þess vegna kann ég meta það að eigandi þessa bíl, hann keypti hann, lét sprautun upp á nýtt, búinn að setja nýja felgur á hann. Hann búinn að eyða ómældum peningi í það að halda honum við. Skipta spinnur, fjöðrun, hann bara búinn að nostra við þennan bíl og gefa honum þetta second chance sem hann á skilið. Því að þessi bíl, hann verður að vera áfram á götunni. Hann á að vera keyrður áfram. Ég meina, hann ekkert keyrður einu sinni það mikið. Eigandi þessi bíl sem búinn að nostra við hann þegar kemur að viðhaldi. Til dæmis að þá var hann búinn að taka sætin og fara með þau til bólstrara og láta þau líta út eins og þau séu glæði nýtt. Þetta ennþá orginal sætin en þau líta út eins og þau séu frá 91. Hann þurfti einnig að setja nýtt stýri í bílinn sem svolítið áhugavert út af því að þegar hann týndi stýrið þá hættu stefnuljósin að virka. En ég meina, það skiptir engu máli, þetta BMW, við þurfum ekki að nota stefnuljósin hvort það.